gaman að það í heimsókn. Takk. Ekki að byrja bara á skemmtilega nótum og tala aðeins um Liverpool. Jú, algjörlega. Ég alveg til í það. Við hugsaði að þegar ég verið að fá þig hérna þegar Þorgerður Katrín kom hingað, þá raku hún augun í búningin. Já. Búningin góða sem ég var í þegar ég var 6 ára gamall. Já. Og hún heldur með Liverpool eins og við. Jú. Og nú var Sala að skrifa undir. Já. Nei, þetta búið að vera... Ég hélt að þetta er þannig að því maður byrja að halda með bara Liverpool hérna í svarthvítu, sko, þegar kemur kíkan var, sko. Ekki þegar þú spyrir með ákvöru, ég hef ekki hugmynduð það, sko. Hvað gerði það? Rosa svektu þegar hann fór en Dalglís, hann lét maður gleyma honum mjög hrætt, sko. Ég hélt, sko, að þetta er bara minna, sko, maður er bara rólegri með þetta. Það er ekki þannig, sko. Þetta æstur, ja? Já, það er hann svo sem saga af því þegar einhvern tíðan því ég kveikti í mér hérna Kveiktir í þér? Já, ég gerði það er bara Ágústa fyrir jólin dreifði spritkert allt hús, hún gerði það ekki lengur, sko, og ég var búin að koma hérna sem sagt tvíburunum niður og fór inn í eldhús og þannig fór og var að lesa lifandi vísindi og hallaði mig í svona gluggakistuna og var að lesa eldgos reyndar, búum í Loðafold, þetta var allt svona eitthvað frekar myndrænt og svo finn ég bara það kemur eitthvað svona reykur og ég var pæli hvort það kemur uppþvottavélinni en svo fann ég gríðarlega sásauka og hefði þetta að henda mig niður, sko, en við vorum nýbúin að skipta eldhúsinnréttingu þannig að mér fannst það ekki góð hugmynd sem rátt bara ef að kveiknar í ykkur, hendi ykkur niður og kæfi eldinn, það númer 1, 2, 3. En með mynda var snjór úti og hljóp út, en það var misminni, það var engin snjór úti. Og en það eina sem ég gerði rétt að ég fór undir sturtu í öllum fötunum. Það var eitthvað sem Ágústa hafði, ég fór og þegar ég hljóp út að þá var Ágústa eitthvað að vinna og ég bara öskra á hana í smikið í gat, sko. Og svo er ég undir sturtunni og þá kemur Rafn, eldistrákurinn, 11 ára gamall. Og ég bara, Rafn, varstu uppi? Já. Heyrður ekki því ég öskraði? Jú. Og ég held bara að Liverpoolið fengi á sig mark. Þannig að það var þeim tíma að þetta gekk líka mjög illa, þannig að það var þó nokkuð mikið slík ljóð, sko. Þetta er nú gengið mun betur núna og gott að Sala og Van Dijk eru búin að skrifa undir en maður er nú nett svektur út í Trent ef hann ætlar að fara til Real, ég skal nú bara viðurkenna það. Já, hann lítur að, ég meina hann fer held ég, sko. Já, ég held að við getum alveg gert ráð fyrir því og það er engin heimsendir en það hefur verið gott að fá allavega einhvern pening fyrir hann en mér finnst þetta óskynsamt hjá honum því að hann er svona svolítið að velja það hvort hann vilji verða Steve McManaman eða Steven Gerrard. Já, einmitt. En ég hef alltaf, mér finnst alltaf svo skrítið, sko, að það sem ég hef aldrei skilið í þessu er að, sko, þú ert að reka business sem eru svona miklu peningar í. Og þú bara veist að, þú veist, það er x mikið eftir að samningi hjá leikmanni sem er svona mikils virði. Já. Það er bara, akkur ekki, bara policy að bara, ok, þeir eru 2 ár eftir, þá byrjar samningaviðræðurnar. Ok, það er kannski eðlilegt að þær taki eitthvað tíma, það er eitthvað fram og tilbaka. Þeir eru 1,5 ár eftir, þá segirðu bara, heyrðu, þetta er lokatilboð okkar og nú þurfum við bara að fá svar frá þér, sko. Að því við viljum ekki að láta þetta fara nær því að samningurinn renn út. Ef þú ætlar að draga okkur á asnaðurunum lengur, þá bara ferðu í unglingaliðið og þá skilur við, þá er þannig að þú veist, það bara getur ekki látið að gerast að fá ekki neitt fyrir leikmann sem að væri að fara á svona, 100 milljónir punda kannski, þetta er svona 17 miljardar. Já, ég held samt að, sko, að ég held að þetta sé stefnan og þetta sem gera almennt en þessi 3 leikmenn eru svolítið á öðrum stað og ég man eftir Roy Keane hann var, þegar var í Manchester United á sínum hátindi að þá til dæmis hann var í svipari stöðu, svo bara skrifa hann undir, sko og væntalega þetta svolítið, það líka hefði verið svolítið stórt mál líka þegar Slott hefði verið að taka við og þeir allir 3 verið seldir, þetta alveg nóg mikið stökk, sko þannig að ég held að þetta sé nú svona maður skilur það alveg með hina 2 því þeir eru eldri
En þú ert með einhvern sem á hátindinum og þú fengir svona mikið pening, þá þetta bara fjárfesting, skilur. Þetta bara svo skrítið að leyfi sem peningum að fara hann í klósettir. Já, en þá ertu, sko, já, ég get alveg, og sérstaklega núna ef þetta niðurstaðan, þá finnst mann það hefði átt að gerast, en ég held hins vegar að það hefði orðið rosaleg mikið svona, já, við getum satt umræða og neikvæðni ef að menn, að því að svo snýst alltaf heyrðu, nei, ég fekk nú ekkert alveg tilboð og alla þessar hluti. En þeir hafa augljóslega veðja á það að hann vilji vera áfram og eru náttúrulega bara að veifa framan í hann, sko, eitt ég held að peningandi sé ekki vandamáli, heldur bara, heyrðu, nákvæmlega bara sama uppleik og ég með og allir eru að pressa hann með, sko. En auðvitað kemur nú lingalinn og það getur sagt, hann kostaði ekki neitt að það breytir engu, 100 milljónir punda, að því að þú kaupir ekkit, ég veit ekki, ég sé engan hægri bakverð sem, hann náttúrulega líka alveg einstakur, hann bara allt öðru sem allir aðrir. Já. En Colin Bradley náttúrulega sannarlega svona kannski meiri hefðbundnari og mjög góður leikmaður en menn þurfa örugglega svona einhvern með honum til að keppa við hann stöðuna því að þó Curtis Jones hafi verið frábær á móti Everton þá held ég að það svona hæpið að það geti gengið eftir. En maður veit aldrei hvað gerist að baku tjöldin. Það þarna en þeir hafa örugglega reynt allt hvað geta til að halda honum og núna getur maður sagt það verið sekund, en svo getur líka sagt býtu, ef við selt hann ættu við þá möguleika á því að hafa orðið meistarar. Ég hélt að vísu Já, góða punktur. Ég hélt að vísu að þegar við værum núna sko í haust, ef við höfum verið að tala saman í haust og þú sagði mig, heyrðu, ertu til í að taka það að við spilum ekki móti og verðum í topp 4. Ég bara sagt já allan daginn sko. Og mér fannst það bjóst engin við þessu sko. Engin. Og maður bara vonast til þess en þannig að því að maður tekur ekkit frá Klopp þegar maður að hrósa Slott. Þetta síst ekki Klopp bjarga okkur. Já. Og Klopp okkar Bill Shankly. Svona okkar nútíma essens þarna þeir sem að fylgjast með þessu núna og vonandi verður Slott okkar Bob Paisley. Mér alveg með ólíkindum hvað hann náð góðum árangri og mér vakti athygli mína þegar hann tók við hvernig hann nálgaðist þetta. Ég hugsaði bara, ok, þú veist, getur verið hann sé bara ekki alveg að lesa þetta rétt því hann bara kemur og allir mjög, og þar með tali ég því að mér varst eini svona miðjumaður sem var heimsklassa í fyrra var McAllister og fannst alveg hræðilegt að við varum ekki að kaupa með einhverja miðjumenn. Og kannski var það láni óláni við náðum ekki Subimendi vegna þess að þá þurfti Gravenbergs að spila þessu stöðu sem hann ekki spila áður og bara alveg hrikalega góður í. En hann bara segir, ég bara með mjög góðan hóp sko. Þetta rosalega góður leikmenn og allir bara já, ok, hann svona bara láta þetta líta vel út en þetta hlýtur maðurinn vera algjörlega sturlaður að fá ekki að kaupa einhverju leikmenn. Hvað með mitt bara svona stjórnunarstílin, þú veist, ef ég færi þetta svona aðeins inn í, að ég veit að hlustendur, sko, þeir geta stilt á doktorfútból eða vilja bara hlutum hópa það, ef ég færi þetta aðeins yfir ég mitt stjórnmálin og svona stjórnendastíl, að það sem er svo flott við, þú veist, það sem var svo geggja við Klopp, þessi ástríða og ég mitt, þú veist, bara hvernig hann, þú veist, tekur utan við leikmennin og þú verður á tilfinninguna, þú veist, það sé svona sama tíma held ég að þeir hafi verið óttastleiknir við hann, af því ég held að hann hafi bara getað orðið alveg trilltur, sko. En á sama tíma hann sínaði þeim rosa kærleik og hann mjög náinn þeim, sko. Og meðan að það sem að sér við Slott og það sem er svo flott, fyrstu blaðamannafundunum og svo, þegar fyrsta tapi kom, og það var bara, við vorum bara ekki nógu góðir. Engar afsakanir, ekkert rugl, skilur, rosa svona einhvern veginn, maður upplifir rosa stability. Og því það er það sem maður svona heggur eftir, þú veist, það er svo mannlegt að að byrja að afsaka eitthvað, sko. Mér finnst það svo flott, sko, þú veist, og þú veist með einhvern hópa leikmannum og þá er það tilfinningun, ok, ef að hann sjálfur, sko, kemur svona fram, það bara engar afsakanir. Og hann segir þetta bara nákvæmlega eins og við sáum þetta, að þá, þú veist, held ég að það sé sama fyrir leikmannin að þá seitlast út í hópin að þú veist, það er engar afsakanir hérna. Nei, ég menn þetta bara mismunandi leiðtogar en báðir mjög hæfir. Ég held að Klopp hafi gert alveg rétt núna, hann lærði held ég fyrir mistökum að hann var svolítið bara búinn á því. Af því að þú nefnir að sko hann með þess að brjálaðistu ástríðu og hún oft sko gera einhver hluti sem ekki vera hægt sko. En á sama tíma þegar þú leggur svona mikið í þetta að þá held ég að þú brennir út.
og hann var, ég held að hann hef bara gert hárrétt, þó ég hef verið rosalega svektur að hætta á þessum tímapunkti. Þetta var bara mjög góð tímapunktur fyrir hann og fyrir félagið hann skildi hætta. Þessi maður slottarinn er bara allt öðru í sig. Og, en allt gengur út af því, nefndi stjórnmálin. Sko, þetta gengur allt út af það sama. Sko, stjórnmál eru bara hópíþrótt. Það er bara þarna, þú verður að fá liðið til að vinna saman og líða vel. Og það er þessi frasi, það er engin keðja sterkara heldur en veikasti lekkurinn. Þetta snýst náttúrulega, og það sem er flókið, og svo sem í rekstri líka, þú veist, þetta snýst það að það sem alltaf erfitt er fólkið, sko. Og allar þessi leikjafræði, þú veist, bara eins og í pólitíkinu og svona, já, þessi, bara Sölvi, hann augljóslega, sko, hann með 2 valkosti A og B, það miklu betra fyrir að taka B. Svo bara viðkomandi einstaklingur, hann bara reiður, afbrýðisamur eða eitthvað, skilur, sem að þú getur ekkert sett í Excel-skjali, skilur. Þannig að hann fer í C, sko, í ákvarðanatökunni. Og þetta nákvæmlega sama eins og með, að því að þó ég hef nú seint talins vera með farsælust íþróttumann þjóðarinnar og þá spilaði ég nú þannig bæði fótbolta, handbolta og körfubolta í yngri flokkum og fótbolta í meistaraflokk og þú finnur, þetta er alltaf sama, skiptir ekki máli hvort að liðið er gott eða hvað staða er. Þú verður að bara það verða allir að vinna sama marki og þú verður að leyfa fólki ef að það gengur alltaf best að fólk fær að njóta sín en svo þurfa allir að leggjast á eitt og Slott virðist bara hafa það sem Klopp hafi ég hef Slott það sem hann sýnist hann hafa fram yfir Klopp það að hann að sér dýpra svona hluti sem að aftur Gravenberch sem að var ekkert að gera á síðasta sísoni og maður bara hugsaði ok, ég menna hann fekk fullt af tækifærum augljóslega mjög góður í fótbolta. Ég skrítið sko, því nú virkar þetta frekar einfaldur leikur eða þannig, þetta 11 menn á þegar einmitt fyrstu skiptin þegar hann fór að tala eftir leiki þá leið mann eins og svona næstuð eins og maður hafi verið að taka psychedelic sko, því að sko, skilningurinn hans svo djúpur á því hvernig hann lýsir þessu öllu að það eins og hann sé að sjá þetta sem við sjáum í einhverju 5 vít sko. Já. Nei, algjörlega og og hvað þetta ótrúlega sko, hvað skal ég segja þessi ótrúlega yfirvegun líka og það hvernig liðið spilar hvað sem móti eins og Real Madrid eða Manchester City að spila Manchester City útvelli og maður bara slakur þeir vistu bara algjörlega hafa stjórn á þessu sko og þetta rauninni og það komið ljós núna ég vona nú að við siglum þessu í höfn en þannig að manni finnst svona núna að koma í ljós að þetta ekki jafn stór hópur og menn ætluðu og ekki það að alltaf, þeir voru bara hræðilega á móti Newcastle, það var gríðarleg vonbrigði en PSG voru bara 2 stórkostlegir knattspyrnuleikir PSG hefði ekki getað kvartað við farið áfram en við getum rauninni ekki kvartað við því að þeir hafi komist áfram sko, en þú varst með alla dramana í þessu, bara alla leið og bara, en þetta bara 2 bestu knattspyrnuleiki sem að maður séð sko spila en þá náttúrulega kemur ljós eftir svona að því að í þessu nútíma fótbolta þarf þetta að hafa svo rosalega marga góða, þetta ekkert lengur eins og þegar menn voru hérna í Hjóldist og kláruðu bara ensku deildinu og þá voru 42 leikir á 11 til 13 leikmönnum. Þetta var ekki meira. Þegar maður að horfa tilbaka á maður, svo maður að skilja þetta því það var á sama tíma og menn fengu gult spjald fyrir sko fótbrotstæklingar. Já. Þannig að maður skilja ekki hvernig fóru menn að því að vera heilir allt tímabilið. Þegar að það var sko, leikirnir voru miklu harðari, bara bæði fótboltinn og körfuboltinn. Þegar sko að Graham Souness klippur, sérstaklega í Skotlandi, þetta bara, það allt djók með að við, það og en þeir líka sko, ef þeir meiddust, að það voru svo lélegir læknanir, að þú veist, ef það var eitthvað alvöru meiðsli, að það bara, jafn líklegt að þeir kem bara ekkert heilir frá skurðarborðinu, sko. Og þetta alveg með ólíkindum að því að það var ekki eins og þau spiluðu eitthvað lítið eða, því að þeir voru, og þetta voru ekkert smá, maður náttúrulega fylgdist náttúrulega mest með Liverpool sem var náttúrulega á toppnum á þessum tíma, í rauninni þegar eftir úrvalsdeildin kemur, þá kemur þetta meira, þú þarft fleiri leikmenn.
En það sko lið Bob Paisley til dæmis sem var að vinna bara allt sem að hægt var. Ég var með B-lið sem ég held líka aðeins með til þess að bara því að Liverpool vann allt. Þetta voru sárafáleik, menn knaspinnan og reglurnar voru, ef þetta voru sömu reglur, þá voru allt þessi framkvæmd og algjörlega með ólundum. En aftur á móti, voru allir búnir við 30. Það var engin 35-6 ára að spila, sko. Nei, einmitt. Hvað einmitt, það er tvennt sem að mér langar að taka úr þessari fótboltaumræðu að færa aðeins yfir í sko stjórnmálin. Það er annars verið þetta sem við vorum að tala með samningslausu leikmennin og svona PR-dæmið, skilur. Þarna, þú veist, eins og þú segir að ef að umboðsmenn leikmanna kom og segja eitthvað í fjölmiðlum, þá geta þið fengið stuðningsmennin á móti liðinu. Og ég gef mér að stjórnmál séu, þú veist, oft á tíðum geti verið svona svolítið PR-leikur. En áður en ég fer inn í það langar að tala að því við erum að tala um leiðtoga, að því nú er nýbúið að verða formannskjöri Sjálfstæðisflokknum og nú hef ég aldrei verið í Sjálfstæðisflokknum en ég hef einu sinni hitt Guðrúnu, hún kom inn í podcastinn og gött feelingi mitt var strax sko, þetta er flott kona og ef ég væri í stjórnmálum þá væri ég alveg til að fylgja mér á baka henni sko. Að því ég bara fann það strax ég fann mjög svona genúin tilfinningu fyrir því að hún væri bara í alvörun að reyna að gera landinu gott og maður hugsa stundum, þú veist, ég reyna að horfa á stjórnmálafólk svolítið þannig að, þú veist, þetta er svo mikið ofta eitthvað lið og eitthvað, ég sé bara, þetta er bara ég til í þessa manneskju, ég líst vel á hana, sko. Já, ég held að, ég er bara alveg sammálaður, sko, en það líka, ég held að sé gott á þessum tímapunkti að fá manneskju sem kemur, þó hún hafa náttúrulega alltaf verið, ég meina, systirna bæjarstjóri í 100 ári Hveragerði og þarna og pappina svo sannarlega svona innabúa maður í Sjálfstæðisflokknum á Suðurlandi og bara aðlist upp við þetta frá blautu barnsbeini að þá er hún tiltölulega ný í þessu en með góðan bakgrunn sem að ég held að það sé sko mjög gott fyrir okkur að fá inn og ég held að það sé líka gott fyrir mannesku sem að svona, já, kemur svona aðeins öðru sér frá. Ég meina, hún er bara sveitastelpa sem að þurft að takast við mjög erfið verkefni, mjög ung. Það ef við hugsa núna og horfa 23 ára einstaklinga, þú myndir ekki vilja að eitt að missa foreldri sitt er nógu slæmt, sko, en að þurfa að taka við fjölskyldufyrirtækinu sem að var svo sannarlega ekkert grín og menn vanmeta það og það er vont í þjóðfélaginu að það er einhvern veginn að þeir sem kom ekki nálægt fyrirtækjarekstri eða rekstri finnst þetta einhvern veginn bara já, þetta er bara einhver svona peningamaskína, þú bara sest bak við skrifborð og svo bara fara peningar inn, það er bara ekki þannig sko. Mér langar að tala meira það við þig sko. Því ég myndi hugsaði sko, ég held að vera Brynjar Níelsson sem sagði einu sinni að fólk ætti helst ekki að fara inn á alþingi nema að hafa gefið út reikning og ég er bara sammála því sko. Já, ég bara þú hefur ekki verið í sjálfstæðum rekstri og hefur ekki ráðið fólk í vinnu þá ertu með einhverja hugmyndum að þetta hafa allt komið upp í hendurnar á fólki sem er svo mikið þvættingur sko. Já, ég hef verið svona bæði gamla alveg að segja að það þyrfti að sitja í stjórnarskrá að þú mættir ekki bjóðið fram nema annarkvort vera búin að standa í það minnsta rekstri sem sjálfstæður sko bara einn og sér sem einirki í það minnsta sko en þetta er náttúrulega mjög gott að ef fólk þarf að bera ábyrgð á öðrum og sé með mannaforrast og þetta er alvöru vandamál og vegna þess að og því að við horfum meira á þingið sem líka sveitarstjórnarmálin þar ertu núna eins og að gerast þinginu þessi gríðarlega endurnýjun 50% endurnýjun á sveitarstjórnarstiginu bara kosningar eftir kosningar og það er náttúrulega meðal annars vegna þess að bara það er fyrir fólk í atvinnulífinu er þetta bara mjög erfitt að standa í þessu og það er náttúrulega þessi umræði er náttúrulega mjög svona neikvæð þarna og ég held að sko og þetta hefur hún aldrei verið eitthvað stórkostleg sko en munurinn er það þegar þetta skrifaða orð sem er á samfélagsmiðlum það held ég að fari miklu verið í fólk heldur en tala orðið dæmi, þú veist, segjum bara einhver missi stjórnarskapi sínu og ringir í þig að þú missir stjórnarskapinu og ringir í einhvern og hellir yfir sko. Svo bara daginn eftir bara eru þetta og hún kannski alveg og þú ringir og bara byggðir afsökunum, málið dött. Það er svolítið annað heldur þú ræðist á lyklaborðið og skrifar og það verður þarna alla eilíð sko. Og að lesa eitthvað svona ótrúlega ósanngjarnt eða ljótt sko er annað heldur en að heyra það. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.